Ég var að tala rasista í tíma í háskólanum. Var ég að setja eitthvað samhengi og ég notaði N-orðið í tíma. Og ég ef að mér bannað að nota það, þá nota ég það. En ég aftur á móti gerir mig grein fyrir því að það fer ónota tilfinning margra að nota það. Svona nota ég svona N-orðið í flestum tilfellum. En ég notaði það þarna og sagði að þú veist, ef að rasisti segir þetta svart fólk, að þá einhvern veginn það eitthvað sem við eigum að taka, ég man nú ekki hvað samhengi, en ég sagði að þú veist, þessi rasisti samt, við erum annaðhvort að fara að takast á við hans hugmyndir eða að fara að slaufa honum. Og þá var einmitt einn nemandi sem alveg urlaðist, sko, og sagði bara, þú veist, þú notaði þetta orð og af hverju varstu að nota þetta orð? Og ég sagði, ég má nota, og svo sagði ég orðið aftur. Og þá einhvern veginn fór hann út og var eitthvað svarmóðgaður og það voru þeldökkir reyndar í salnum sem voru bara alveg sama einhvern veginn. Og það var að tala sko, hvernig þetta sko, vatnið ekki eins heitt og maður kannski heldur. Þegar kemur að hversu brothættir nemendur eru. Sko, þetta hefur samt breyst gríðarlega til eins verra en aftur einhvern veginn að breytast til eins betra núna. Og ég sko talaði við prófessorinn sem bara eftir á og ekki út af þessu máli. En þá sagði hann samt við mér svona, þú veist, mér mjög gott að það sé, þú veist, einhver sem segir þetta bara. Og þá var hann að tala N-orðið, þú veist, hann var að segja það er gott að einhver sé bara tilbúin til þess að einhvern veginn að takast á hennar raunveruleika. En ég aftur á móti, hin hliðin að þessu líka, út af því við erum að tala sjálfsvitskoðun annað, að viðhorf ýmissa prófessora kannski aðeins á skjön við þetta. Þetta ekki algeng. Nei, það náttúrulega líka kannski það að það ákveðin svona, hvað ég segja, hugmyndafræðileg skekkja í háskólaumhverfinu. Háskólaumhverfið ekki bara vinstri sinnara heldur en samfélag almennt, heldur hærra hlutfall fólki sem aldrei svona róttækt vinstri sinnað.